Ein ástæðan fyrir að hagfræðingar tala svona mikið framleiðslu og hagvöxt í þessum þrönga skilningi er svo að það er svo erfitt að mæla lífsgæðin þegar maður fer út fyrir þennan þrönga ramma. Það var þetta bæta menntakerfi hérna alveg óháð hagvexti. Við þurfum engan hagvöxt til þess að allir kunna lesa. En þjóðfélög þurfum að gera upp við sig hvað þau vilja fórna af einu fyrir annað. Þetta er gólsat aftur í narreistur og Citroën bjargaði hérna lífans. Þú ert að hlusta á Plan B, hlaðvarp loftslagsbreytingar og orkumál, og ég heiti Jean-Rémy. Í þessu hlaðvarpi reynum við að rannsaka og útskýra hvað er að gerast í orkumálum og umhverfismálum og hvaða áhrif munu þessar breytingar hafa á efnahag okkar og samfélög. Saga mannkyns tók ófyrirséða stefnu fyrir 200 árum þegar við fundum upp jarðefnaeldsneytið. Sú orkulind hefur reynst vera einhvers konar hvalreki sem við höfum reist nútíma samfélögin okkar á. En nú neyðumst við til að breyta stefnu, þar sem jarðefnaeldsneyti er hvorki ótakmörkuð né gallalaus orkulind. Í þessum þáttum fáum við vísindamenn, sérfræðinga, stjórnmálamenn og aðra til þess að raða saman púsluspilin og reynum að komast að rót vandans. Við rýnum í framtíðina og ræðum hvernig við getum búið okkur undir hana, bæði sem samfélag og sem einstaklingar. Gestur minn í dag er Gylfi Zoëga. Gylfi er prófessor í hagfræði við Háskóla Íslands og hefur kennt þar síðast liðin 20 árin eða svo. Hann hefur skrifað fjölmargar fræðigreinar hagfræði og ýmsar bækur, nú síðast The Great Economic Slowdown og hagfræði dagslegs lífs í stuttu máli. Gylfi satt líka í peningastefnunefnd Seðlabankans frá árinu 2009 og þangað til í fyrra. En í þessum þætti í dag ætlum við að ræða hagfræðina, hvernig hún tengist umhverfis og orkumálum, hvort endalaus hagvöxtur sé mögulegur og yfirleitt æskilegur og hvað er framundan fyrir hagkerfi heimsins. Ég vona að þið hafi gaman af þessu samtali. Gylfi, velkomin, gaman að fá þig í þáttinn. Já. Mér langaði að fá þig hingað til þess að ræða aðeins hagfræðina, hvernig hún tengist umhverfismálunum og hvernig hún tekur á þeim. Þú ert hagfræðingur og hefur verið lengi að. Þú satt einu sinni í peningastefnunefnd Seðlabankans. Þú hlýtur að fá svolítið margar spurningar þessa daga verðbólgu, eða ekki? Já. Og hvernig svaraði þeim? Finnst þér Seðlabankin vera að standa sig í því að ná tökum á verðbólgunni? Með það gengur ekki nógu vel. Hún er hærri hérna heldur en í flestum nálægum ríkjum og vextir miklu hærri heldur en annars staðar. Svo fólk, venjulegt fólk, það verður fyrir því að vextir og húsnæðislánum að hækka mjög mikið. Þetta er mjög erfitt að búa hérna þegar vextir eru stundum mjög lægri og svo verða það mjög háir og svo sveiflur eru mjög miklar. Menn bjuggust kannski ekki við þegar þeir tóku lán fyrir nokkrum árum síðan og vextir voru svona lágir að þeir myndu hækka svona hratt og svona mikið. Og þetta veldur ýmsum vandræðum. En við kannski komum að þessu síðar. Við ætlum að fara í annað til að byrja með. Þessi þáttur snýst loftslagsbreytingar og orkumál og við reynum að svara spurningunni hvernig stendur á því að okkur hefur tekist svo illa að draga úr losun, gott sem það er á Íslandi eða í heiminum öllum. Ég reyni að fá fræðimenn úr ýmsum sviðum til þess að koma með sitt sjónarhorn á þessa spurningu. Þú gafst út bók nýlega sem heitir Stöðnunin mikla eða The Great Economic Slowdown á ensku. Þú og 2 aðrir hagfræðingar og við ætlum að ræða eins hvað kemur fram í þessari bók og hvað þetta snýst allt saman. En getur sagt okkur til að byrja með hvernig kviknaði hugmyndin að þessari bók? Þetta er svona sveit sem ég hef unnið á í áratugi. Og það er að reyna að útskýra þróun hagkerfa yfir lengri tíma á milli áratuga og bera saman lönd líka, hvar gengur vel og hvar gengur illa og reyna að rekja þá orsakirnar til eins og stofnana samfélags
og hvað hægt að gera til þess að betur gangi. En það sem að Vesturlönd hafa núna síðustu áratví reynd að mældur hagvöxtur, framleiðni vöxtur, hvað maður býr til mikið verðmæti á hver klukkutíma. Þessi vöxtur var mikill í Evrópu og Bandaríkjunum, sérstaklega í Evrópu og svo þetta í Japan 1950 til Bandaríkjunum 1975, Evrópu aðeins lengur fram með 1980, kannski í Japan 1990 og það stundu kallað gullna öldin í hagsögu Evrópu. Þannig að það var framleiðni að vaxa mjög hratt og laun hækkuðu þá ár frá ári og mikil fjárfesting. Ekki í öllum löndum, sem flestum löndum svona meiri stöðuleiki stjórnmálum líka. En svo fjaraði þessi hagvöxtur út og fyrst í Bandaríkjunum miðan 8. áratuginn, svo 1975 þá hægði mjög á. Svo kom að vísa í Bandaríkjunum 1995 til 2000, svona upp aftur þegar interneti kom, sem síðan fór niður aftur. En í Evrópa, hún eftir svona 1980 stöðnun, og þetta þetta sem kallum henni mikla stöðnun, og Japan eftir 1990, og það þá vöxtur framleiðni, hvað við framleiðum mikið á hverja klukkustund eða á hvern vinnandi mann varð minni, og það hafði þá ýmsar afleiðingar sem við erum að reyna tilgátan í þessari bók, að margt af því sem að við höfum í okkur umhverju í dag sem að valda úlfúð og óróa í samfélaginu stafi af þessari stöðnun. Og þannig að þegar framleiðni hættir að vaxa, þá í hagfræðinni þetta að sýna fram að vaxtastigið verður lægra. Það þarf lægri vexti til þess að búa til atvinnu handa fólkinu, og þegar vextir verða lægri þá hækka eignaverð eins og hlutabréfamarkaðurinn fyrir upp og húsnæðisverð fyrir upp. Svo þessi heimur sem við búum í núna, það sem að húsnæði er mjög dýrt flestum borgum, það sem að hlutabréfamarkaðurinn hefur verið að hækka þvílíkt og annaðist í síðustu áratugi síðan á 9. áratugnum, þá þannig að þessi mikli auður verður til, svo auður verður til, og launin hækki ekki eins og þau gerðu áður árið til árs og vextir eru lágir. Þessi heimur stafi af því að það hafi orðið þessi mikla stöðnun. Og þetta er heimur sem er ekki, það sem er ekki gott við hann að þá skipting eigna verður mjög ójöfn. Þeir sem eiga hlutabréf, mikið fasteignum, verða þá gríðarlega efnaðir. Þeir sem eiga það ekki, alls ekki. Þannig að það verður ójöfnur af þessu. Og það að launin hækki ekki svona frá ári til árs veldur óánægju meðal fólks. Þú veist, manni líður vel ef maður finnur að maður hefur það smá saman betra fjárhagslega. En það veldur óánægju, og þessi óánægja, hún brýst síðan út í því að ýmsar stjórnmálahreyfingar fá auki fylgi. Í gamla daga var það þannig að ef maður hafði það slæmt, þá myndi maður, eins og í Fraklandi, kjósa kommunista, eða Ítalíu, þessu kommunistaflokkar sem voru, og sósíalistar í Fraklandi voru öflug hreyfing. En sósíalistaflokkurinn í Fraklandi er núna, ég veit ekki hvort hann er til, er hann til ennþá í? Það er til sósíalistaflokkur, en honum gengur frekar illa, og kommunistaflokkurinn er eiginlega alveg horfinn. Þannig að þessi óánægja sem að brýst fram, hún kemur þá fram í fylgi flokka sem er þá frekar til hægri, sem er kallað svona þjóðernis populista flokkar, sem er þá á móti innflytjendum og með eins og Le Pen í Fraklandi, eða Alternative für Deutschland í Þýskalandi, í Ítalíu er hann forsætisráðherra, hann kemur frá einnig slíkri hreyfingu, og Bretland er þarna ES-flokkurinn, hann hefur orðið fyrir áhrifum af svona hreyfingum,
og Brexit, það er þetta að segja Brexit stafi að einhver leiti af svona óánægju. Svo þessi óánægja, vonbrigði fólks með það lífskjörin var ekki batnandi, hún brýst þá út í vinsældum svona stjórnmála eða í Bandaríkjunum Donald Trump. Já, og við sjáum hérna á þessari mynd sem sýnir landframleiðslu á mann í Bandaríkjunum frá árunum eftir stríð og þangað til í dag, að fram að 1975 cirka, þá var stöðugur hagvöxtur þar í landi, það bil 2,5% á ári á mann, en svo gerist eitthvað þannig upp úr 8. áratug, miðjan áratuginn cirka, sem gerir að verkum að græna línan hérna sem hagvöxturinn, hún aftengist brotalínunni sem sýnir það sem myndi vera áframhaldandi 2,5% hagvöxtur eins og hefur verið fram að því. Þannig að menn hafa gjarnan skipt sögunni í þessi 2 tímabil, í fyrsta lagi þessi gullna öld fram að 8. áratug og síðan erfiðar tímar þar sem að hagvöxturinn minni. Og ég man sjálfur vel úr eigin æsku, að því ég fæddur og uppalinn í Frakklandi, að ég var alltaf ekki fæddur þarna þegar þetta gerist á 8. áratugnum, ég fæddur 1980, en ég man alltaf að þegar ég var krakki þá var alltaf talað hvernig gengi frekar illa í efnahagsmálum, það var í hátt atvinnuleysi og lítill hagvöxtur, allavega oflítill, og það var einhvern veginn alveg sama hverjir voru við völd, hægri eða vinstri, það kom hver ríkisstjórn á fætur annari, en samt tókst aldrei að ráða úr þessu einhvern veginn. Þannig að hvað er það að þínu mati sem að gerist þarna 8. áratuginn sem útskýrir af hverju hagvöxturinn hægir á sér? Já, sko það svo kenning sem að nær að skýra þetta og kannski eitthvað til í henni er að sko það fyrir aftur til 1950 þá sko fyrsta árin eftir 1945 var að byggja upp alltaf framleiðslutæki og annað sem hafði skemmst í stríðinu, sprengt í loft upp. Svo Frakklandi var þetta töluvert og Þýskaland var miklu meira sko, en það var samt eitthvað í Frakklandi. Síðan var Evrópa, hún gat síðan byrjað að læra af Bandaríkjunum. Því Bandaríkjunum hafði sko 1920 til 30 og líka 30 til 40 verið tímabil þar sem eru gríðarlega breytingar á efnahagslífinu. Og kenningin svo sko það í lok 19. aldar voru gerðar uppgötvanir 1900 uppgötvanir tækniuppgötvanir sem síðan höfðu áhrif á hagkerfi næstu 100 árinu eftir. Svo erum að tala svo the combustion engine, það segja vél sem gengur fyrir olíu. Það er eitt að finna upp þessa vél, en svo þegar það er búið að finna hann upp, þá eru bílar þróaðir, svona Ford Model T, 1910-14, svo fjöldaframleiðsla á bílum. Síðan þegar það byrja að fjöldaframleiða bíla, þá er það skipuleggja borginnar upp á nýtt, sko, og leggja vegakerfi. Svo þetta tekur allt sem tíma. Síðan var ljósatberan og rafvæðing, svo borginnar eru rafvæddar. Önnur uppgötvun sem skipti máli var lyftan í íbúðarhúsum. Það segja að tæknin, þannig ef að lyftan muni aldrei hrapa niður, sko, lyftugatið, þessi uppgötvun gerði mögulegt að byggja skíakljúfa. Svo það sem nú sérð meðan 19. öld, upp og niður meðan 19. öld, þá eru borgir þar sem eru lágreist hús, lítil ljós, það eru hestar og hestvagnar á götunum, hestaskítur út allt. Það var ekki sko vassalerni eins og eins og við höfum inn í húsum, heldur þurfum að fara út, sko, það sem voru kamrar. Svo þessi, en sko þá voru komnar jafnbrautir, svo að þetta ferðast. En borginnar voru svona, það voru verksmiðjur en alveg gríðarleg mengun.
svo mengunarský yfir borginni, þessi myndaði borg með sem andrúmsloftið mjög lélegt, sem að húsin eru svona lítil og léleg, sem að hérna í léleg kynding, engir bílar á götunum, þessi og lífskjörin þarna á 19. öld eru samt að batna aðeins á hverju ári, það ykkur framleiðni aukning í verksmiðjum, en svo verður þessi bylting sem kallar önnur innbyltingin sem mótar okkar samfélag en þetta í dag. Þannig að það raflýsing borga, það það hljómar mjög klent en vatnssalerni, þau skipta máli fyrir lífsgæði fólk það háhýsi, það bílar, það hraðbrautir, það úthverfi, svo komu hérna útvarp, sjónvarp, kvikmyndir, kvikmyndahús, flugvélin, þotur upp á 1950. Þessi heimsmynd, þetta líf okkar eins og það verið, afsprengi annarra innbyltingarinnar. Já, þannig að þú vilt minna að við höfum tæmt í rauninni þá möguleika sem voru í boði, hvað var þar að finna upp nýja hluti sem nýta sér þessa nýju tækni. Ein kenningin Bandaríkin þá sú að þessi tækning kemur upp í lok 19. aldar. Það tekur 100 ár að aðlagast þessari nýju tækni og breyta stofnunum samfélagsins og skipulagi samfélagsins til þess að nota hana. En svo, já, þetta svona depleted, það komið, við erum búin að gera sem við getum gert með þetta. Og þá kemur þriðja innbyltingin sem eru eins og fartölvur, það meiri tölvuvæðing. Og svo fjórða núna með gervigreind og internetið og þetta. En það bara svo skrítið að þó að þessi tækni sem að verða til núna, eins og bara eins og síma sem ég með hérna, þú veist, það eiginlega allt líma getur verið hérna inni, það bankinn og það vasaljósið og vekjaraklukkan og allt hérna inni. En þessi tækni, hún kemur ekki fram í statistík framleiðnivöxt. Þó að í staðin fyrir að fara í bankan, þá get ég bara að fara hérna inn, svo það ekki framleiðni. En það kemur samt ekki fram í statistíkinni, eða laun fara ekki að hækka af því að þessi tækni eru til. En Evrópa 1950 gat lært af Bandaríkjunum, öllu sem var búið að þróa í Bandaríkjunum 1920 til 1945. Svo Evrópa gat vaxið svona hratt með því bara að taka tæknina og hugmyndina frá Bandaríkjunum sem höfðu orðið til áður, sem skýrir þá að hluta gullnu öldina í Evrópu 50 til 80. En svo þegar Evrópa var búin að ná Bandaríkjunum, eins og Frakkland var komið með framleiðslu á klukkustund, svipað á Bandaríkin það leyti, 1980. Einu munur eins og að Frakkar vinna miklu færri klukkustundir í hverju viku og hverju ári, þannig að þeir landsframleiðsla mann lægri í Frakklandi, en á klukkustund náðu þeir Bandaríkjunum. Og þá ekkit meira að læra, þá ertu bara að halda í. Og þá einhverjum ástæðum Evrópa sem í sögunni Evrópa land, hérna heimsálfa þar sem mikið af frumkvöðlum og hugsuðum höfðu farist. En þessi þjóðfélög hafa ekki búið til svona frumlegar hugmyndir í nógu miklu mæli til þess að ýta hagvextinum áfram. Já. Og nú sjáum við sömu myndu áðan nema fyrir 4 Evrópulönd, áðan voru það Bandaríkin, núna þetta það sem ég kalla GIFS-löndin, það Grikkland, Ítalía, Frakkland og Spánn, og við sjáum ennþá betur hér munin á þessum tveimum tímabilum. Gullna öldin, þar verður hagvöxturinn 4,5% á manna ári, sem ennþá meira enn í Bandaríkjunum, mjög mikill hagvöxtur í þessum löndum á árunum eftir stríð. Og svo aftur á sama tíma 1973 þá verða einhverjir vatnaskil og við sjáum hérna grænu línuna aftengjast alveg brotalínunni sem hefði verið áframhaldandi 4,5% hagvöxtur. Og þetta heldur svona áfram og verður ennþá meira ábyrjandi eftir
efnahagshrunið 2008 þá byrjar línan jafnvel að lækka og hún hefur ekki náð sig ennþá núna 15 ár eftir hrunið, eða ekki 15 ár allavega í sumum af þessum löndum, kannski fyrst og fremst á Ítalíu og í Grikklandi, að það hefur engin hagvöxtur verið síðustu 15 árin. Og við sjáum líka sveipa fyrirbæri ef við skoðum atvinnuleysi. Atvinnuleysi var nánast ekkert í þessum löndum á árunum eftir stríð og svo svipað leyti og hagvöxturinn fer að hægja á sér, þá fer atvinnuleysið í gang og er mjög hátt á Spáni sérstaklega, hefur verið í kringum 15%, á Ítalíu og í Frakklandi eitthvað í kringum 10%. Og svo að lokum eru skuldir ríkisins sem hafa líka farið vaxandi. Á Ítalíu það orðnar 140% af landsframleiðslu, sem er mjög mikið. Þær hafa reyndar líka hækkað í Bandaríkjunum mjög mikið og eiginlega bara alls staðar meira og minna á þessu sama tímabili. Og nú langum við að ræða við þig aðra bók sem er ekki hagfræðibók, heldur voru það kerfisfræðingar frá MIT í Bandaríkjunum sem gáfu út þessa bók árið 1972. Hún var pöntuð af Rómarklúbbnum og þetta voru þeir Dennis Meadows og kona hans og einni viðbót sem að skrifuðu þessa bók, og þeir hönnuðu tölvulíkan sem átti að spá fyrir hagvöxt í framtíðinni, eða réttir að sagt búa til mismunandi sviðsmyndir. Þannig að það voru ólíka möguleikar eftir því hvaða forsendur voru settar inn í líkanið, og ein af þessum sviðsmyndum var kölluð business as usual, og þetta líkan gerði ráð fyrir að hagvöxtur myndi halda áfram í allavega 50 ár á þessum tíma, fram að 2030-2040 kannski. Það var ekki hugsað þannig að líkanið átt að spá nákvæmlega einhver ártöl, en svona heildarmyndin var að miðja 21. öldina þá myndi hagvöxtur byrja að hægja á sér og síðan jafnvel bara hreinja nokkur hratt eftir það. Það er græna línan hennar, brotalínan, industrial output, sem er iðnaðarframleiðsla eða sem er göllum landsframleiðsla. Hún hreinur þarna eftir 2050 cirka, og á sama tíma hreinur líka gula línan sem er matvæla framleiðsla, og með henni náttúrulega hreinur íbúafjöldin á jörðinni, þannig að það getur verið náttúrulega hungursneið eða sjúkdómar, hvað sem það er sem veldur þessu, þá sjáum við þetta hrun þarna. Þannig að þeir vildu meina, þessir kerfisfræðingar, að endalaus hagvöxtur var ekki mögulegur í heimi takmarkaðra auðlinda, og þessi ofnýting auðlinda myndi enda í þessum úrsköpum. En hvað segja hagfræðingar þessar kenningar? Mótsvarið í hagfræði við þessari bók sem hafði mikil áhrif var að í framleiðslu þá eru framleiðsluþættir, það eru náttúruauðlindir og svo er fjármagn, tækin, og það er vinnuafl og svo eitthvað tækni, og að það sé það sem kallast staðkvæmd á milli, þannig að þú getur minnkað eitt og aukið annað í staðinn, og það hvernig þú færir á milli fyrir eftir verðinu á þessum aðföngum. Svo ef vinnuafl verður mjög dýrt, þá kemur tækni sem spara vinnuafl og notar meira fjármagn. Og ef náttúruauðlindir sem olía, ef olían olíulindir er að þverra, þá sem er ekki þverra, sem olían er minni þá í jörðinni, þá verður hún dýrari, og þá kapitalismin býr þá til bíla og flugvélar og annað sem nota minni olíu. Þannig að tæknin hún bregst við. Svo þessi staðkvæmd, hún er, má segja, svarið við þessari gagnrýni. Hins vegar, ef við erum með eitthvað sem hefur ekkert verð, eins og
það að búa til CO2 sem fer út í andrúmsloftið og þú getur gert það á þess að borga neitt fyrir, þá er ekki að treysta á tæknina því hún, og kapitalismin, hann býr ekki til að eigin frumkvæði tækni sem að lágmarkar þannig að framleiðslu gróðurhúsalofttegunda ef að fyrirtækin og neytendur þurfi ekki að borga neitt fyrir. Svo það kallast svona markaðsbrestur, svona market failure, og þá er það sem að maður myndi segja, þá þarf, ef að stjórnvöld segja að þetta er vandamál, segja, það er hlýnun jarðar, þá geta stjórnvöld lagt á skatta, eins og núna í Evrópu að leggja skatta á flugferðir til þess að það verði dýrar að fljúga, til þess að fólk fljúgi minna. Ok, en þú varst að segja áðan að hagfræðin gerir sem sagt ráð fyrir að auðlindir séu víslanlegar, þannig að við getum alltaf skipt út eina auðlind fyrir aðra. Er það ekki svolítið hættuleg forsenda, vegna þess að ímyndum okkur svona 100 manna lítið samfélag sem er einangrað einhvers staðar og hefur mjög takmarkaðan aðgangað vatni, tökum vatni sem dæmi. Og ímyndum okkur núna að allt í einu fer þessi auðlind að þverra. Það er ekki lengur nóg vatn handa öllum, það er bara til nóg vatn handa 90 íbúum. Og þá náttúrulega ef við ímyndum okkur að það sé einhver markaður, þar sem að vatn er selt á þessum markaði, allt í einu þá hækka verðið á vatni, og þá skapast hvati fyrir þá sem selja vatn að leita að meira vatni, en ef það er ekki til meira vatn þá er einfaldlega ekki hægt að finna meira eða skipta það út fyrir eitthvað annað. Við þurfum á vatn að halda til að lifa og það er ekki hægt að skipta því út fyrir sand eða IKEA-stólar eða eitthvað sem það er. Þannig að þessi 10 manns sem fá ekki vatn eða ekki efni á vatn lengur, að þeir einfaldlega deyja úr þorsti. Og þá myndast jafnvægi aftur á markaði. Það er rétt nú vatnanda þessum 90 íbúum sem eru eftir lifandi. Og þetta dæmi sýnir okkur náttúrulega að auðlindir eru stundum kannski víslanlegar en ekki alltaf. Og getur verið að eitthvað svipað sé að gerast með oljunni, að hagkerfin okkar eru byggð þannig að þau ganga fyrir olju, og ef það er ekki nægt framboð af ódýrri olju, þá einfaldlega eiga þessi hagkerfi erfitt fyrir og byrja að stafna og mögulega hrynja jafnvel seinna. Hvað segir þú um það? Jú, en kannski tímarammin skiptir máli ef að framboð olju minnkar, eins og núna eftir Úkraínu stríðið, þá er minni olía og gasflutinn frá Rússlandi og ekki neitt. Þá hefur það áhrif á efnahagsstarfsemina. En ef það er varanlegt, þá hefur maður haldið að það verður til eitthvað sem kemur í staðinn. Það er hægt að hafa bílaflota sem gengur fyrir rafmagni sem er framleitt með kjarnorku. Það er hægt. En Frakkland getur gert eitthvað slíkt með sín kjarnorkuver. En þetta tekur allt tíma náttúrulega. Það eru takmörk fyrir því hvað er hægt að breyta framleiðslunni hratt og hvað er hægt að framleiða marga svona bíla í heiminum öllum. Það er takmörk hvað varðar aðgangað málmum til dæmis, og svo eru líka takmörk þegar kemur að fluginu. Flugvélar, allavega svona stórar þotur, geta ekki flogið á rafmagni, allavega hingað til, ekki heldur stór flutningaskip, vörubílar, erfitt, þannig að það er alltaf einhver takmörk, er það ekki? Þá gerist það skortur olíu og fólk fer inn í rafmagnsbíla sem er og háður olíu, síðan verður dýrar að fljúga, þá flýgur fólk minna, svo fólk fer að ferðast frakkar ferðast inn í Frakklandi, þá fljúga ekki til Íslands eða eitthvað í burtu af því að það er svo dýrt. Já. Svo þá minnkar eftirspurnin eftir þessum dýru hlutum. Það að nota olíu verður þá svona luxus sem að
verður þá ekki eins mikið. Þannig að þessi staðkvæmt, hún í framleiðslu en hún líka í neyslu. En heldur þú að það sé möguleiki að hagvöxtur sé minni vegna þess að framboð af ódýrri olíu minna? Sko, það getur verið, en ég veit ekki af hverju hann ætti að gera það núna. Og ég meina við höfum dæmi úr sögunni eins og gerðist til dæmis 1973, þá kom þessi svo kallaða oljukreppa þar sem að nokkur lönd allt í einu drógu úr oljuframleiðslu sinni og það valdi gríðarlega verðbólgu meðal annars í Bandaríkjunum og Evrópu. Seðlabanki Bandaríkjanna þurfti að hækka vexti upp í 15% sem ennþá meira heldur en í dag. Ég held að hann hafi heitið Paul Volcker sem var þá seðlabankastjóri í Bandaríkjunum og frægur fyrir þessa mikla vaxtahækkun sína. Þannig að svona oljukreppur valda ýmsum vandræðum og við höfum aftur dæmi núna úr sögunni í Evrópu þegar Putin fór að skrúa fyrir gassið, að það hafði gríðarlega áhrif líka á efnahag Evrópu. Þannig að við höfum þessi dæmi úr sögunni og vitum það ekki endilega auðvelt að skipta út þessar auðlindir fyrir eitthvað annað. Og við vitum að þessar auðlindir eru ekki óendanlegar, þannig að fyrir að þetta verður minna til að þeim og það hlýtur að hafa einhver áhrif, það ekki? Jú, en sjá til, þetta hafði mikil áhrif 74 og 5, en svo þegar olíuverð hækkaði aftur 90-91 og svo áranum síðan þá hefur stundum komið ár þar sem olíuverð fer upp, þá hefur það haft lítil áhrif. Það segja að þetta voru mikil áhrif þannig á þessum tíma og það var spurning akkur var ekki mikil áhrif þegar olíuverð hækkaði seinna. Og einskýringin svo að þessar olíuverðshækkanir 75 og svo aftur 1980-81 þær höfðu í för með sér breytta tækni sko, að bílaframleiðendur fóru að framleiða bíla sem voru smærri, neyslugrannari. Svo eins og Bandaríkin voru sko, 1970 og þessir stóru bílar sem eittu 20 lítrum á 100 eða hvað var. Þannig að þegar olíuverðið hækkaði það var mikil áhrif. En ef þú fer svo aftur til 1990 þá tæknin orðin þannig að hún ekki eins háð olíuverðinu, svo þá olíuverðshækkanir höfðu ekki sömu áhrif eins og 75. Það annað sem ég vildi fyrir mér. Ef við stígum skrefið tilbaka og horfum á heildarmyndina, á mannkynssöguna í heild sinni, við sjáum þessa mynd hérna, sem sýnir heimsframleiðslu eða hagvöxt í heiminum frá árunni 1000 og fram til dagsins í dag. Að við sjáum að það var nánast engin hagvöxtur í sögunni og við getum farið lengra aftur í tíman og við myndum sjá þessa sömu flötu línu fram til cirka 1750. Nánast engin hagvöxtur, 0,2% að meðaltali segir hérna. Og svo árið 1776 gufuvélin fundin upp og þá byrja menn að notfæra sér kolin og svo 100 árum setna bruna hreyfillinn og oljan og þá allt í einu fer allt í gang, allt fer af stað. Hagvöxturinn verður síðan það bil 3% á hverju ári í heiminum öllum á 20. öldinni og þegar maður sér þetta þá veldur maður fyrir sér náttúrulega það ekki merki það að hagvöxturinn byggir á nýtingu þessara auðlinda, þessar vélar ganga ekki nema fyrir jarðefnaeldsneyti og ef svo þá getur ekki verið að hagvöxtur sé miklu frekar undandekning, frekar regla þegar við horfum á heildina á söguna úr fjarlægð. Hvernig stendur á því að okkur tókst aldrei í fortíðinni að búa til hagvöxt, við vorum ekkert svo villausir. Ég meina, það voru alltaf menn að finna upp nýja hluti og reyna nýja hluti. Við erum búin að nýta okkur vindorkuna mjög lengi til dæmis. Vindmyllur mjög gamalt fyrirbæri. Þannig að hvernig stendur á því að okkur tókst aldrei að búa til þennan hagvöxt fyrr en við finnum upp jarðefnaeldsneytið. En tæknin var ekki til, það segja fyrir 1700. Þá ekki til tækni til að
notfæra sér kololíu. Já, gufuvélin var ekki til, en gufuvélin hún þarf samt bæði tæknina og svo orkan sem knýr tæknina, þannig að orkan þarf alltaf að vera til staðar. Ef þú ert með gufuvél en engin kol þá gerist ekkert. En það var tæknin sem kom þess að stað. Það sem breyttist var tækni uppgötvanir og það var þá í Bretlandi, ég nú ekki sérfræðingur fyrstu innbyltinguna, en það var hún gerðist í Bretlandi að það voru gerðar uppgötvanir sem gerðu þá mögulegt að framleiða eins og föt í versmiðum með gufuvélum. Já, og svo voru í Evrópu mörg ríki og hvert ríki reyndi að styðja við sína frumkvöðla og vísindamenn. Svo í þessu umhverfi þá gerðist þetta sem að skiptir gríðarlegu máli fyrir öllu máli, annars erum við hungurmörkin í allar aldirnar undan. En það er ekki hægt að ganga því sem vísu að lífskjör í þessum þrönga skilningi haldi áfram að batna aldur og ævi, ekkert fyrir það. Og við sjáum á næstu mynd tengsl á milli orkuframleiðslu og heimsframleiðslu. Vinstri hægri ásinn sýnir framleiðslu í heiminum og lóðrétt ásinn sýnir frumorkuframleiðslu. Og við sjáum að því meira sem við framleiðum, því meiri orku þurfum við. Það er mjög sterk fylgni þarna á milli sem er eðlilegt vegna þess að við framleiðum varla neitt lengur sjálf með okkar eigin höndum, heldur er það vélar, ýmsar, alls konar vélar sem framleiða fyrir okkur og þessar vélar ganga fyrir orku. Og 80% af þessari orku í heiminum í dag er jarðefnaeldsneyti. Þannig að það er ekki svolítið erfitt að ímynda sér heim þar sem við tökum í burtu þessi 80% og samt erum við með meiri framleiðslu heldur en í dag. En sjáu það sem er merkilegt á þessari mynd, fyrir þannig að það er jákvætt samband, er að sér hallinn hérna er miklu meiri, svo er hann flatari, svo er hann flatastur hérna efst. Já. Og það er, held ég það sem ég var að reyna að segja á þann. Það er eins betri nýtni, orkunni. Þegar þú eigur framleiðsluna hér, þá er frumorkuframleiðslan ekki að aukast eins mikið eins og hérna. Og það er vegna þess sem við vorum að tala áðan að framleiðslan sem er að aukast hérna, hún þarf ekki eins mikið af frumorkuframleiðslu og svo sem þarf frumorkuframleiðslu þarf ekki eins mikið af henni. En segjum einn tækni sem að talaði með þessu samhengi. Sko menn er að tala í framtíðinni verða þannig að verði þú getur í staðan fyrir að allir eigi bíl, þú veist þeir sem eiga bíl, þá eigi mjög fáu bíla. En í staðan fyrir það, eins og núna, þarf ég að komast upp í háskóla frá þér, ég er ekki á bíl, þú veist hvernig kemst ég, þá væru hérna út á götu bílar sem er eins og reiðhjól í stórborgum, sem þú hefur bara app í símanum og þú fer inn í appið, sest upp í bílinn, ég sett inn í tölvuna þar í Háskóli Íslands og bílinn myndi keyra mig þangað. Já, svona sjálfkerandi bílar. Hann keyrir mig þangað og svo bara fer ég út úr honum þar og skila hann eftir þar, alveg eins og ég myndi skilja reiðhjól í stórborg eða hérna þessi hættulegu þarna, hvað heita þessi skúter sem maður er á hérna. Hlaupahjól. Hlaupa með mótor sem við getum slasað sig á en. Rafskútur. Þannig að bíla verða eins og rafskútur. Og það þýðir það bara að flestir mun ekki eiga neina bíla og þeir bílar sem verða á götunum verða í nýtingu allan daginn í staðin fyrir að sé bíl sko sem eins og átt bíl og kannski að nota klukkutíma á dag þá séu miklu færri bílar en þeir séu notaði 20 tíma á dag eða 12 tíma á dag. Já, en við getum líka ímyndað okkur að fólk muni segja mér langar ekki að deila bílnum mínum þannig að ég ætla bara að eiga minn eigin sjálfgerandi bíl og ætla bara ekkert að deila honum með öðrum. Sumir eru þannig. Já. Og það er ekki en það er einhverju sem munum ekki vilja því að þeir spara sér bifreiðagjöldin og skattan og allt þetta sem að Já, við komum kannski aftur síðar að þessu með sjálfgerandi bílana en mér langar að skoða aðeins með þér þetta með óljuna eftir á móti. Ég bjó til þetta rit hérna til þess að reyna að finna út hvort það væri einhver tengsl á milli hráolíuverðs og hagvaxtar og þetta sýnir hagvöxtur í þessum 4 GIFS-löndum sem ég var að tala áðan annars vegar og svo hráolíuverð. Gallinn við olíuverðið ef maður skoða bara línuritt yfir
yfir olíuverð þá eru gríðarlega miklar skammtímasveiflur, þannig að frá degi til dags og frá mánuði til mánaðar eru miklar sveiflur, þannig að maður sér ekki skóginn fyrir tréin ef maður horfir bara á daglegar sveiflur, þannig að til þess að taka út þessar skammtímasveiflur þá reiknaði ég út bara meðaltal 20 síðustu ára, meðal olíuverð síðustu 20 ár annars vegar, og svo sama með hagvöxtinn, þá tók ég bara meðal hagvöxtur síðustu 10 árin í þessum löndum, og þá er ég búinn að taka þessar skammtíma sveiflur í burtu og maður sér hver svona heildarstefnan í þessu og maður sér þarna að olíuverð var eitthvað í kringum $30 tunnan á meðan þá á þessari gullnu öld stóð fram að 73 olíukreppu, og svo nánast þrefaldast verðið eftir það á 8. áratugunum, og að þá dettur hagvöxturinn niður á sama tíma og verður eitthvað í kringum 1-3% á þessum árum, og svo fer aftur olíuverð að lækka aðeins á 10. áratugunum og þá fer hagvöxturinn aðeins í gang aftur. En svo aftur á móti upp úr 2000-2005 þá fer olíuverð að hækka aftur og þá dettur hagvöxturinn niður aftur. Þetta nánast spegilmynd, þannig að mér finnst þetta vera svona ákveðin vísbending að einhvern tengsl séu þarna á milli, það ekki? Já, þetta ákveðin mynd. Ég hef ekki séð þetta gert áður. Sko, yfirleitt nota maður meðaltal kannski 3 ár fram í tíman og 3 ár aftur í tíman, en þarna 20 ár aftur í tíman. Skammtíma sveiflurnar þær hafa kannski ekkert svo mikil áhrif, að því að ef ég þarf að borga allt í einu 2-falt til að fylla á danginn, en það gerist bara einu sinni og svo lækkar verið aftur, þá hefur það ekki svo mikil áhrif. En aftur á móti ég þarf að borga 2-falt meira í marga mánuði og mörg ár, þá fer það að bitna á budduna eða á hagkerfið eða hvað sem það er, og þess vegna held ég að það sé betra að horfa á langtíma þróunina. En maður þarf að spyrja sig, sko þetta er mjög áhugavert hvað þetta eru sterkt tengsl. Já. En ef ég segi olíuverð fyrir 20 árum, akkur skildi það hafa áhrif á hagvöxt í dag? Já, það er kannski meira svona meðaltalið síðustu 20 ár. Ef ég er búinn að borga náttúrulega mjög lengi, mjög hátt verð, þá smátt og smátt þá byrja að safna skuldum til dæmis og ýmislegt svona, en þetta er kannski eitthvað sem að hagfræðingar þyrftu að skoða betur. Hvað eru tengslin þetta á milli? Í líkonunum er alltaf gert ráð fyrir að hærra olíuverð á hverjum tíma hefur áhrif á kostnað fyrirtækja, sem hefur áhrif á hversu mikið þau framleiða, þannig að hækkun olíuverðs veldur einhverjum samdrætti. En það sem er í þessari mynda að þú ert að taka svo langt aftur í tíman þannig að það er áhugavert að... Já, og við vorum að ræða áðan hamingju og hagvöxt og svona aðra mælikvarða á velferð. Skoðum næstu mynd. Þetta sýnir meðal lífslíkur og landsframleiðsla á mann, hver eru tengslin þarna á milli í heiminum. Hægri vinstri ásinn sýnir landsframleiðsla á mann og lóðrétt ásinn sýnir meðal lífslíkur. Og við sjáum á þessu að meiri framleiðsla í byrjun að minnstakosti tengist hægri lífslíkur. Það er nokkuð augljós þarna í byrjun vinstra megin, en svo eftir því sem við förum hægra upp skalan, eftir svona $20,000 á mann cirka, þá verður meiri landsframleiðsla ekki til þess að menn lifa lengur. Þannig að við tökum til dæmis Bandaríkin, sem eru einu ríkasta þjóð í heimi. Meðal lífslíkur það eru 79 ár, eða voru allavega árið 2018. En á móti í Costa Rica til dæmis, sem er með miklu minni landsframleiðslu, eitthvað í kringum 13.000 á mann $, þá voru lífslíkur jafn hár eða jafnvel aðeins hærri heldur en í Bandaríkjunum, þrátt fyrir 4-falt minni, 5-falt minni landsframleiðslu. Og menn hafa skoðað sömu tengsl á milli hamingju eða lífsánægju og landsframleiðslu, og það er svolítið erfitt náttúrulega að mæla hamingju eða ánægju. Það er mikil umræða í kringum það
og önnur umræða sem við ætlum ekki að fara hér, en allavega þetta sýnir okkur líka að hamingja fer ekki endilega saman við aukna framleiðslu, allavega ekki eftir ákveðin þröskuld, og við sjáum hérna til dæmis að hún mælist hærri í Kosta Ríku heldur í Bandaríkjunum. Þetta heitir, hagfræðin heitir þetta Easterlin Paradox, sem hann var hagfræðingur sem hjá, hann var alltaf hjá Alþjóðabankanum, William Easterlin, og paradoxin þessi sko, að þegar þú er búin að ná ákveðinni tekjustígi, þá hverfur sambandi á milli mældra lífshamingju og tekna á mann, en sko þegar þú ert fátækur þá skiptir það máli, en eftir þú nærða ákveðinu stígi sko, eins og ef þú sagði bara hérna, þá er ekkert samband. Já. En það sambandi er allt vegna þess að þú ert með fátækulöndin þarna inni. Svo þannig að myndir segja hagvöxtur veldur í að fólki líður betur í fátækulöndum, en þegar við erum komin upp í ríkulöndin, ef það er 2% hagvöxtur í ár, þá hefur það ekki áhrif á mælda lífshamingju. Svo er eitt mjög sérstakt í þessum myndi mér að Suður Ameríka, það er miklu meiri mæld lífshamingja þar heldur en tekjurnar gefa. Já, það er sérstaklega, ég held að sé gulu punktarnir, það sé Suður Ameríka, og maður sér að þeir eru allir frekar háir með að við það er bláu punktarnir, þeir eru allir frekar háir með að við hvað tekjur eru lágar, og eitt af mér Brasilia. Það kom einmitt frétt daginn á RÚV, ég veit ekki hvað þú tókst eftir, það sem stóð hérna, fyrirsögnin var hamingjan mest meðal fátækra bænda í Guatemala, og þarna er talað einhvern þjóðflokk bænda í Guatemala sem mælist hamingjusamastur, þrátt fyrir að hók sé þar með einhver 7.000 krónur cirka í tekjur á mánuði, og við viljum kannski ekki alveg fara þangað. Heilbrigðiskerfi þannig er kannski ekkert sérstaklega frábært, en þetta er kannski ákveðið merkjum að það sé ekki ennilega sniðugt að sækjast alltaf eftir meiri hagvexti. Já, sko það er núna, sko ég stend við það sem ég sagði í upphafi, að þessi stöðnun sem hefur orðið, hún hagfræðilíkunum segja að það þýðir að það sé lægri vextir og hærra húsnæðisverð og meiri ójöfnuður, og laun í mældi peningum hækki ekki eins mikið, en við setjum það hérna og segjum, en lífshamingja er miklu víðara hugtak. Man getur verið mjög óhamingjusamur í landi þar sem er háa tekjur, og í hagfræði er komin heil undirgrein hamingju, sko, hamingjuransóknir, og á Vesturlöndum, þú veist, það sem skiptir mestu máli fyrir hamingjufólks er fyrir þann bara almenn geðheilsa, sko, það sé í lagi, en það sé svona samskipti, sko, að finnast maður að vera hluti af einhverjum hópi eða samfélagi, fjölskyldu, það að vera eiga fjölskyldu, það skiptir máli fyrir að hafa tengsl, eiga fjölskyldu, hafa atvinnu, sko, sem gefur þér hlutverk í lífinu. Mér segja að það var einhver sem mældi að það að missa vinnuna sé svo alvarlegt fyrir andlega líðan, þessi svipað eins og hjónaskilnaður, en þetta eru svona 2 áföll. Ég held það hafi verið í Bretlandi það sem að gerð rannsókn yfir margra ára tímabil sem kom í ljós að það voru hærri lífslíkur hjá fólki sem voru með sterkari félagsleg tengsl, til dæmis við vini eða fjölskyldu. Það var einu rannsókn þegar Harvard háskóli í Bandaríkjunum fylgist með heilsu fólks áratugum saman, fylgir fólki eftir, og það sem kom á óvart er einmitt það sem þú ert að segja, sko, það kemur ekki óvart að maður lifir lengur ef maður reykir ekki, ef maður drekkur ekki ómikið áfengi, hreyfir sig og allt þetta, en svo var þessi sósíal tengsl skiptu svipuðu máli eins og allt hitt, þannig að til þess að halda heilsu og lifa lengur. Og þetta kemur okkur kannski á óvart vegna þess að við ímyndum okkur alltaf að lífsánægja sé einstaklingsverkefni fyrst og fremst, á meðan það kannski líka leið samfélagsverkefni. Og það er kannski þess vegna sem að þessir þjóðflokkar í Guatemala og Brasilíu
að mælast með meiri hamingju vegna þess að félagsleg tengsl hjá þeim eru sterkari og öflugri en hjá okkur. Og vinnan, hún eins og fjölskyldana, hún getur verið gefandi, þessi störf, þar sem þú mætir í vinnuna og þú ert að uppgöta hvernig á að gera hlutina á betri hátt, ná árangri, læra á sjálfan því, læra á aðra, og hún getur verið gefandi alveg bursið frá peningunum sem þú færð. Já, og að þú sett að gera gagn fyrir aðra. Já. Líka ekki bara græða pening fyrir sjálfan sig. Já. En það kannski eitt sem gerir það verkum að hagvöxtur svo eftirsóknarverður fyrir stjórnmálamenn að hann gerir þeim auðveldar fyrir að leysa ákveðin vandamál eins og ef það kemur kreppa og mikið atvinnuleysi með því að stækka hagkerfið þá erum við að búa til störf, fyrirtækjur að stækka og ráða til sín nýja starfsmenn, þannig að það dregur úr atvinnuleysi og síðan skapar hagvöxtur líka fleiri tekjur fyrir ríkið og þá hægt að leysa ýmis vandamál og setja meiri penning í félagslegu kerfin, það heilbrigðiskerfi eða önnur kerfi. Þannig að þetta kannski hluti af vandamálinu líka. Eru einhverjar leiðir í heimi þar sem hagvöxtur lítill sem engin eða jafnvel framleiðsla að dragast saman? Eru einhverjar aðra leiðir til þess að leysa vandamál eins og atvinnuleysi til dæmis? Jú, það nú hægt að gera það, en það er svona að segja, held ég, því rétt. Ef að þrátt fyrir það sem við segjum lífshamingju fólks, þá er það kannski einhver mannleg eðli að vilja hafa það aðeins betra yfir tíma, efnahagslega líka. Og ef að kakan stækkar, þá er auðveldara að skiptin í sneiðar. Ef hún að minnka erfiðar að skiptin í sneiðar. Svo ef hún smá saman stækkar þá það erfitt að þóknast öllum á meðan kakan að minnka. Já, svo það var hægt að gera ýmsa hluti, bæta heilbrigðiskerfið, skólakerfið, bæta þetta og hitt ef að kakan að stækka. Svo þetta skiptir allt máli og þess vegna hafa verið búna til aðrar vísitölur. Svo landsframleiðsla á þetta einn mælikvarði. En núna það var til síðustu áratugum aðrar leiðir til að mæla það hvernig hagvöxtur í víðara skilningi verður genuine progress indicators sem að hafa allar hinnar vitnar með líka. Og það sem að hefur komið í ljós er að svo lítur á Bandaríkin eða það sama í Evrópu, þó að framleiðslan hafi verið að vaksa, þó hún hafi ekki vaksið eins hratt eftir 1980, þá hún samt verið að vaksa, en þessi mælikvarði sem tekur inn hinna vítirnar virðist hafa staðnað alveg 1980, þannig að hagvöxturinn heldur áfram en lífsgæðin hafa ekki batnað. Einmitt, og við sjáum hérna á næstu mynd varðandi heilbrigðiskerfið að það að setja meiri pening í heilbrigðiskerfið þýðir ekki endilega betri heilsa eða betri lífslíkur. Þessi mynd sýnir hérna á hægri vinstri ásinn framlög til heilbrigðiskerfisins annars vegar og svo á lóðréttri ás lífslíkur og við sjáum hérna í rauðu Bandaríkin þar sem búið að bæta mjög mikið í heilbrigðiskerfið, það að segja framlög í heilbrigðiskerfið hafa hækkað mjög mikið á þessu tímabili 1970 til 2015 og lífslíkur hafa hækkað eitthvað með því en aftur á móti ef við tökum Mexíkó til dæmis að þá hafa framlög til heilbrigðiskerfins hækkað mjög lítið á þessu sama tímabili en samt hafa lífslíkur hækkað nánast jafn mikið og í Bandaríkjunum. Þannig að það hægt að setja alveg mikið af peningum í heilbrigðiskerfið án þess að það skilji endilega miklu og þetta var einmitt svolítið í umræðinni hérna hjá okkur fyrir síðustu kosningar. Það var ágallum að setja ákveðið mikinn pening í heilbrigðiskerfið en svo vöknuði spurningan hvort þetta sé endilega eina rétta leiðin til þess að bæta heilbrigðiskerfið. Ein ástæðan fyrir að hagfræðingar tala svona mikið framleiðslu og hagvöxt í þessum þrönga skilningi
er svo að það er svo erfitt að mæla lífsgæðin þegar maður fer út fyrir þennan þrönga ramma. Eins og við viljum hafa frístundir inni, við viljum hafa gæði fjölskyldu samskipta, hvað hefur mikið tíma fyrir fjölskylduna, skilnaðartíðni, vinatengslin og samböndin, þú vilt hafa hversu loftið er hreint, þú vilt hafa hversu mikið af auðlindum þú ert að nota upp. Þetta skiptir allt máli. En svo ef þú átt að segja, búa til eina tölu sem næri yfir allt saman, þá er það svo huglægt, því einhver getur sagt að eina sem skiptir máli er að framleiðsla á CO2 sé engin eða lítil. Það er hans markmið. Honum líður vel. Svo er annars að segja, það sem skiptir máli er að húsnæðið sé ódýrt. Það er það allt annað. Svo En það sem hefur verið gert, eins og OECD er með mælikvarða, það sem er mikill fjöldi af svona atriðum á bak, og þú getur farið inn á heimasíðuna og svo ákveður vogirnar sjálfur og þá færðu fyrir all OECD-löndin hvað er best að búa. En svo viltu fá dýrt húsnæði, góð störf, þá sérðu hvað átt að vera. Ísland er mjög hátt á allir þessum mælikvörðum, en veikleikin og þú sér það er húsnæðismarkaðurinn, er svo dýrt að kaupa húsnæði og menntakerfið. Þú veist að PISA helmingur drengja kunni ekki að lesa sitt í gang sem 15 ára. Þetta er hræðilegt. Og svo er þetta work-life balance ekki í lagi Þessi að vinnutíminn er allt of mikill. Fólk er að fórna fjölskyldu tíma fyrir einhverjar viðbótar stundir á hverjum degi í vinnu sem bitnar á lífsgæðum og hamingju fólks. Það var þetta bæta menntakerfi alveg óháð hagvexti. Við þurfum engan hagvöxt til þess að allir kunna lesa. En við erum svolítið ofta að fara í penningana að segja, þurfum ekki að finna einhverja aðra leiðir. Jú. Einhvern veginn. Þó það sé kannski erfitt. Já, það er ekki, það sem er erfitt er að í svona samfélagi þá eru hagsmunir. Já. Þú veist, það eru heilbrigðiskerfi, það eru fagstéttirnar inn í spítalanum og utan spítalans og þetta er allt hagsmunabarátta og eins í menntakerfinu. Hver eru hagsmunir hinna ýmsu aðila en það er hægt að finna lausnir. Með kröfum meiri hærri framlög. Og það var að lækka fasteignaverð í Reykjavík. Hagvöxtur þvert á móti getur drifið upp fasteignaverð en það verður að hafa kerfisbreytingar til þess að ná húsnæðisverði niður til þess að yngri kynslóðin geti eignast fyrsta húsnæði. Svo það er fleiri hlutir sem skipta máli en hagvöxtur en þjóðfélög þurfa að gera upp við sig hvað þau vilja fórna af einu fyrir annað. Þannig að eins og þú ert að tala um gróðurhúsalofttegundirnar til þess að minnka það þá þarf að breyta tækninni og það kostar pening. Eins og í Bandaríkjunum að sitja svakalega pening í að hvetja fyrirtæki til að koma með nýja tækni. Í Evrópu allar vindmyllurnar það er verið að leggja í eitthvað til þess að það gerist og það getur kostað peninga þannig að neyslan þá minnki á meðan. En sumt kostar pening en sumt kostar ekkert eins og til dæmis að hjóla í vinnuna í staðin fyrir að keyra. Þá er ég að spara helling í peningum. Já, einmitt. En þannig að þjóðfélög þurfa að gera upp við sig hvað vilja fórna við öðru fyrir annað. Og það er ekki eins og auðvelt eins og að hljómar vegna þess að segjum að ef þú ert fátækur einstaklingur í landi sem er að öðru leyti ekki fátækt. Sumir hafa minna milli handana en aðrir. Og þú myndir spyrja hann hvað viltu fórna mikla á laununum þínum í hverju mánuði til þess að Ísland gefur frá sér minna kolefni. Hann getur hjólað, það kostar ekki neitt en svo áleggja hann skatt til þess að gera eitthvað. Við erum að byggja á ferðaþjónustu, hún er hræðileg fyrir umhverfið. Það verður miklu betra að þessir útlendingar flýja bara innan Evrópu heldur en að koma hingað. Það ekki? Svo þá skulum við bara skattleggja ferðaþjónustuna svo mikið að hún það komi fái ferðamenn hingað.
en þá allt fólki sem í ferðarþjónustunni missi vinna, þá mikið að því missi vinna, svo það verður þá að fá vinnu annars staðar. Það þarf náttúrulega að vera til staðar einhver áætlun og eitthvað kerfi sem grípur fólk sem getur ekki lengur unnið sömu störfin á áður og hjálpa þeim að finna eitthvað nýtt hlutverk. En ef þú spyrði eitthvað sem á erfitt, hvað viltu fórna miklu í hverju mánuði til þess að jörðin hlýni hægar eða ekki, þá myndi hann kannski segja bara ekki neitt. En einhver sem hefur það mjög gott getur sagt, hann vil borga eitthvað, svo stjórnvöld, hvernig eiga þau að finna sátt, og í heiminum þá það sama, þú veist, með fátækt land eins og Indland að fórna sínum hagvexti til þess að minnka gróður, húsaloft, tegunda framleiðslu. Þeir myndu segja, akkur eigum við að gera það? Vesturlönd gerðu það ekki þegar þau voru þarna 1800 til 2000 að vaksa. Akkur megum við ekki vaksa eins og þau? Svo það er það sama innanlands og að millilanda. Já, það náttúrulega vakna upp alls konar réttlætis spurningar í þessu. Maður hefði haldið að þau sem að nota mest ættu að draga mest úr, allavega finnst mér það, en hvað var það síðan að fórna hagvexti? Þetta er svolítið spurningu hvernig við stillum þetta fram líka. Þetta er kannski svolítið eins og að safna í lífeyrissjóð. Þegar ég er að borga í lífeyrissjóð þá er það ákveðin fórn, ég fæ þá minni tekjur mánaðarlega, en ég fæ eitthvað á móti náttúrulega, ég fæ þá betra meira öryggi í framtíðinni. Ég veit að ég þarf ekki að vera götunni þegar orðin of gamall til þess að vinna, og kannski þurfum ég að læra að horfa á það þannig líka og efna minni lönd þurfa kannski að horfa á það þannig líka, með því að eldast eftir miklum hagvexti núna, þannig að þá eru þau að hámarka kannski lífsgæðin akkurat núna, en eru leið að eyðileggja fyrir sjálfan sig í framtíðinni. En vandinn er bara stjórnmálamenn í lýðræðisríkjum hugsa mjög sjaldan lengra en 1-4 ár fram í tíman. Svo stjórnmálamaður sem myndi leggja skatta á þjóðina til þess að ástandi er betra eftir 20 ár. Svo er líka það inn í þessu að auðvitað örríki eins og við höfum engin áhrif á global warming. Þetta er Kína og Bandaríkin og Evrópa sem heild. En Kínverjinn sem er einn heima hjá sér, hann getur líka sagt náttúrulega, ég er einn í heiminum, það sem ég geri hefur engin áhrif, það breytir engu. Já, það er rétt. En við erum samt á mann, en býtum við, hvernig er það, það er ekki tölurnar að framleiðsla á CO2 á hvert mannsbarn á Íslandi sé. Hún er meira enn í Kína. En það er þá vegna flugferðana, eða ekki? Það er vegna alls miklu meiri neysla og fleiri bílar, meira flug. Það er í rauninni svona yfirleitt því hærri eru tekjurnar og því hærri eru losunin, þannig að það er rosalega sterk fylgni þarna á milli. Og það er líka Innlandi, það er stundum talað hvað Innland losar mikið, en reiknað á mann þá er það margfalt minna á Innlandi heldur en hér, þannig að svo er hin hliðin á því að þegar maður tala að losun í Kína, að þeir eru að framleiða vörur sérstaklega fyrir okkur, þannig að þú veist, þú geta refsaði fyrir það. En yfir í annað, þú eru örugglega heyrt breska hagfræðinginn Stanley Jevons sem var uppi á 19. öld, á þeim tíma þegar iðnaðarbyltingin var í fullum gangi þannig í Bretlandi, og menn voru að nýta kolin á fullu fyrir gufuvélar, bæði í skip og í verksmiðjur og sem húshitun og fleira. Og Stanley Jevons, hann skrifaði þessa bók, merkilega bók á þessum tíma, sem hann kallaði The Coal Question, kolaspurningin, og hann vildi meina það að kolum myndi fara að skorta, og hann hafði sérstaklega áhyggjur af því að þessi mikilvæg auðlind fyrir Bretland myndi fara að þverra kannski í lok 19. aldar, og þá voru aðrir fræðingar á móti sem að
sögðu að þetta væru óþarfar áhyggjur vegna þess að tæknin væri að verða sífellt betri, gufuvélar voru að verða nýtnari, þannig að það væri minni þörf fyrir kol. Og Jevons hann sagði þvert á móti, hann sagði þetta kolrangt ef ég má orða það þannig, betri nýtni og betri tækni verður þvert á móti til þess að það meiri eftirspurn eftir kolum vegna þess að ef vélar verða nýtnari þá verða þær ódýrari í rekstri, þá vilja fleiri eignast þær, fyrirtæki vilja eignast slíkar vélar fyrir sinn iðnað og svo framvegis. Þannig að betri tækni leiðir til meiri eftirspurnar í rauninni og það kom á daginn að hann hafði rétt fyrir sér vegna þess að eftirspurn héldi áfram að aukast þrátt fyrir betri tækni og kolaframleiðsla í Bretlandi héldi áfram að aukast þangað til hún náði hámarki aldamótin 1900 og þá byrjaði hún að dala og jafnvel hrynja á næstu áratugum og í dag hún nánast engin. Brettar meira að segja flytja inn kol nú orðið. En það ekki fyrir 1960? Já, það ekki fyrir en setna á þetta hrun lítur að vera vegna þess að jafnbrautirnar sem voru með gufu urðu með olíu, þess að olían kom í staðinn fyrir kolin hérna, ég það ekki ykkur upp á 1900. Já. Þetta tæknibreytingar sem alltaf því að kolanótkun minnkar. Og þetta fyrirbæri hefur verið kallað þversögn Jevons eða líka endurkast áhrifin. Það svona eins og bolti sem skoppar upp aftur. Og það eru mörg dæmi þetta fyrirbæri og við vorum að tala bíla áðan og ef við skoðum til dæmis sögu bílaframleiðslunnar ég tók hérna til gamans 2 dæmi mismunandi bíla. Þetta upp á spillimynd. Já, það ekki. Það bragginn sem var framleiddur á árunum eftir stríð í Frakklandi, Citroën 2 CFF. Hann vó aðeins 500 kg, var 9 hestafl og eyddi bara 5 lítrar á 100. En svo ef ég tók hana dæmi bíl sem var einn mest seldi bíl fyrir nokkrum árum á Íslandi, þannig að svona nokkuð vinsæll bíl hérna á landi. Hann vó 1600 kg sem 3-falt meira en Citroën bílinn og var 230 hestafl og þrátt fyrir mikla tækni framfarir þá eyðir hann 9-12 lítra á 100 sem cirka 2-falt meira en þessi frumstæði bíl. Þannig að þetta er eitt dæmi þessi endurkast áhrif þar sem að bílvélar verða betri, nýtnari en við erum líka að gera sífellt stærri og þyngri og öflugri bíla og við erum líka með miklu fleiri bíla í dag heldur en við vorum þá með. Þannig að niðurstaðan bara miklu meiri eftirspurn eftir olíu. Og við getum líka tekið dæmið flugið, alþjóðaflugið. Þessi mynd sýnir hérna sama fyrirbærið í fluginu. Við sjáum annars vegar þessa svörtu línu sem fer lækkandi. Það orkuþörf per farþegakilometer. Þannig að fyrir hvern kilometer sem flogið í flugvél þar sífellt minni orka. En á sama tíma brotalínan, hún á uppleið og það losun frá fluginu. Því minna sem við þurfum af orku fyrir hvern kilometer, því ódýrara verður að fljúga og þá verður meiri eftirspurn eftir flugi og við fljúgum sífellt meira. Þannig að leið og tæknin batnar, þá eykst eftirspurn eftir olíu til að fljúga og þá eykst losunin með. En spurning með heildar olíunotkun á flugflótanum, þess að hver flugvél nota minna en alltaf sé, ef þú leiðir saman allt eldsneyti sem notað á flugvélar að það fari líka vaxandi. Já, það fer mikið vaxandi, það hefur farið mikið vaxandi. Við erum með miklu fleiri flugvélar heldur en voru fyrir 20 árum eða 50 árum, miklu fleiri vélar sem fara líka miklu lengra. Þannig að notkunin eykst þrátt fyrir betri tækni og minni eyðslu á kilometri. En það sem Evrópa að gera, segðu þarna myndinni, með því að leggja skatt á
þessar flugferðir núna, þá myndi þetta eyðsla á hverja vél, þá er þeir að reyna að hliðra þessari kurvu niður, þannig að með því að gera Já, það er náttúrulega hægt að koma í veg fyrir þessi áhrif eða þess þversögn ef að á sama tíma og nýtnin batnar eitthvað sem kemur í veg fyrir að notkunin á þessari tækni sé að aukast, þá hægt að draga úr orkuþörf og þar með draga úr losun. Þetta það sem við höfum gert í fiskveiðimálum, þar sem við erum með kvóta, þannig að jafnvel að skip verði betri í að ná í fiskinn. Það eru einhverju kvótar sem koma í veg fyrir að það sé hægt að veiða sífellt meira. En ef við erum eingöngu með tæknina, hún í sjálf sér dugar ekki til þess að draga úr notkun, og þvert á móti kallar hún á sífellt meiri notkun. Þetta það sem að Jevons var að benda á. Svo með því að leggja skatta á flugferðir, þá Já, það er ein leið, en önnur leið er kvóta eins og við gerðum með fiskveiðum. En hvað segja hagfræðingar þessa kenningu Jevons? Já, ef eitthvað verður ódýrara þá eykst eftirspurnin. Já, einmitt. Þannig að þetta var rétt hjá honum Jevons. En þú sagði mér skemmtilega sögum daginn varðandi annan franskan bíl, Citroën DS, og það var franski forsetinn Charles de Gaulle sem lendi í smá vandræðum með þennan bíl. Hvað gerðist eiginlega? De Gaulle var á leiðinni gegnum útkverfi í París á Citroën DS, og hann með fjörunarkerfi sem þannig þegar þú drafst á bílnum þá settist það niður og svo kveiktir á vélinni, fór hann upp aftur, en þetta kerfi þannig að þú gæst tekið eitt dekka af og hann keyrði áfram, þá og fjörunarkerfi það passaði upp á að hann leiðist ekki á götuna, og þeir skutu á hann og ég held að það hefði verið hægra framhjólið sem að sprakk, en bílinn keyrði bara áfram eins og ekkert hefði gerst, og De Gaulle satt aftur í narreistur, og Citroën bjargaði líf hans. Bílinn sem bjargaði forsetanum, sem sagt. En Gylfi, við komumst ekki lengra að sinni. Ég þakka þér kærlega fyrir komuna, og ég þakka ykkur hlustendur fyrir að fylgjast með. Ég vona að þið hafi haft gagn og gaman að þessu, og ég sé ykkur í næsta þætti.